Jæja, þá erum við komið hérna með splunkunýjan Hyundai Kona sem hefur fengið ansi flotta yfirhalningu og hann er eins og áður alveg frábær þessi knái rafmagnsbíll. Og til að mynda þá hafa þeir breytt ljósabúnaðinu, hérna eru komin LED-ljós og það er komin svona heill frammendi. Hérna er hleðsluportið eins og áður. Hann samsvarar sig mjög vel þessi bíll með svona heilu grilli á svo má segja. Það er ekkert grill, þetta er bara alveg pjúra rafmagnsbíll, maður sér það alveg langa leiðir. Það er svo sem ekkert alveg gríðarlega breytingar á þessum bíl, hann er svona pínu meira kompakt eða svona þéttari. Það eru konar á hann 17 felgur, aðeins öðruvísi felgur, mjög huggulegar felgur hérna. Þessi bíl er með hvorki meira en minna en 64 kWh rafhlöðu. Hann kemur í 3 gerðum, hann kemur í Style, Comfort og Premium. Style-bíllinn er ódýrasta típan, Comfort-bíllinn er næst ódýrasta og svo erum við komið hér í Premium. Og þá er komið í hann leður áklæði á sæti og sólúa. Mjög hugguleg útvarsla af bíl. Þá erum við komin hérna undir stýri á Kona frá Hyundai. Þetta er ekki Kona eins og kvenmaður, heldur segja þeir Kona. Hyundai Kona. Það er alveg skínandi gott að aka þessum bíl. Hann hefur alveg nægt afl, hann er snaggaralegur, það er gott að stýra honum, stýrið er nákvæmt og það er mjög fínt að sita hérna í þessu framsæti. Reyndar hef ég alveg frá upphafi pínu fundið að því að þessi miðjustokkur sé kannski full breiður en flottur er hann. Ég fer ekki ofan að því. Og það er allt í þessum bíl sem þarf að vera í svona flottum rafmagnsbíl ef að svo má orðið komast. Við erum að tala allan pakkan í bíl sem er að kosta frá 5,3 og upp í rúmar 6 milljónir. Þetta er premium típan sem við erum á hér og hún kostar rétt 6,1. Komfortbíllinn er mjög vel búinn, það er í honum skynvættur hraðastillir, akreina stýring, akreina vari, það er blindtorna viðvörun og það eru skynjarar að framan og aftan sem að passa upp á það að þú lendir ekki í árekstri og það meira að segja sjálfvirk neyðarhemluna á þessum bíl líka. Hann er fullur á loftpúðum, hann er með gardínuloftpúða, hann er með hnélloftpúða og hann er með hliðarloftpúða líka. Við erum að tala ansi vel búinn bíl á þessu verði 5,9 eða rétt tæpar 6. Við erum að tala mjög vel búinn bíl. Það eru margar gerðir á markaðnum sem eru kannski boðnar á lægra verði, það er að segja byrjunarbílarnir og þá eru þeir ekki með öllum þessum búnaði sem við viljum hafa í bíl að þessu kaliberi. Hérna undir er reyndar engin bensínvél, hér er rafmótor. Þessi rafmótor, hann er að gefa hvorki meira en minna 201 hestafl í þessari típu. Við erum að tala að aflið í þessum bíl það er eins og að sé miklu meira heldur en þetta 201 hestafl vegna þess að hann togar 395 Nm sem þýðir það að þessi bíll er alveg ofursnarpur. Við skulum aðeins tala hleðsluna. Við erum að tala hérna 64 kWh rafhlöðu sem að dregur 484 km og ég veit til þess að horfandi á reynslaakstur af þessum bíl frá öðrum löndum að þá hafa þær verið að komast nánast þessa vegalengd í svona venjulegum hita, það er að segja við erum að tala kannski 15-20 gráður og þá hefur bílinn farið nánast 455 km á sem sagt í svona drægnitesti. Það er mjög gott, þessi bíll er að fara það sem er sagt að hann fari og það er svona flesta sem stendur í bæklingum ef ekki allt, það er rétt. Það er verið að tala að þessi bíll sé með mjög öfluga drægni og hann stendur alveg undir nafni. Hann er með varmadælu sem hítar bæði rafhlöðun og sparar orkuna þegar við erum að aka til dæmis í kulda. Þá erum við með minni miðstöðanotkun eða það er minni orkunotkun í bílnum. Og þegar við ökum þessu bíla þá höfum við möguleika á að stilla orkuendurheimtina sem við köllum regenerative charging og þá getum við haft hana hérna mismunandi mikla og þá tekur bíllinn í raun og veru meira í eftir því sem og eykur þessa orkuendurheimt. Það er bara alveg ágætt að komast inn aftur í. Reyndar sætið náttúrulega ekki í afturstu stöðu, þetta er svona cirka
eins og við höfum verið að keyra bílinn núna í þessum reynsluakstri. Maður situr svolítið svona upp með hnén hérna og það þýðir að maður sest aðeins ofan í bílinn en ekki beint inn í hann. Það er pínu lágt aftursætið. Það er frekar þröngt hérna fyrir fæturnar að fara undir sætið. En hins vegar þá myndi ég segja að þetta væri alveg ljómandi gott pláss fyrir svona hefðbundinn borgarakstur. Og ég er ekkert að segja að maður myndi kannski vilja sitta hérna alla leið norður á Akureyri eða eitthvað út á land, en þetta er mjög fínt til styttri vegalengda og þessi bíll er meira og minna hugsaður til kannski styttri ferða. Þetta er ekki langferðabíll. Útsýnið hér fram í bílinn er alveg rosalega fallegt. Maður sér vel hversu hönnunin hefur heppnast vel á þessum Hyundai Kona með því að horfa hér fram í. Og útstigið í bílnum, það er svona þokkalegt. Jújú, þetta er allt í ljómandi standi. Já, bara mjög gott. Það sem er skemmtilegt við þennan bíl er að hann er bjartur og maður sér vel út hann. Það er til dæmis sólu á þessum bíl og við erum með mjög gott útsýni hérna. Rúðurnar eru þannig að maður horfir mjög vel, A-bitinn hérna er ekkert að trufla útsýni, það er mjög fínar hliðarrúður, frábært útsýni aftan úr bílnum. Hér eru 10,25 tommu skjár með öllu sem þarf að vera í svona bíl. Það er Blue Link kerfi í þessu sem að þú getur stillt símaðinn í gegnum og Apple CarPlay og Android Auto og allt þetta. Það er mjög gott loftrískunarkerfi í bílnum þar sem þú getur stillt nánast góluna hérna inni alveg gjörsamlega eins og þú vilt. Mælaborðið í honum er orðið stafrænt algjörlega og þar er hægt að sjá allra helstu upplýsingar eins og til dæmis stilla skynvata hraðastillin þegar við erum að aka á hraðbrautinni eða út á vegum. Síðan er hægt að stilla á milli akstursstillinga eða færast á milli akstursstillinga og við erum að tala þá svokallaðan Drive Mode, Eco, Normal og Sport. Og að sjálfsögðu mjög skemmtilegt að keyra hann í sportinu. Þá er hann mjög kvikur og svona, það er aðeins öðruvísi að höndla hann. En það gæti verið að við séum að tala að fjöðrunin í þessum bíl sé pínu stífari heldur en áður eða kannski aðeins auki þennan stífleika. Að sjálfsögðu vegna þess að hann er frekar niður þungur, það hann er þungur neðst. Auðvitað þarf hann að fjæðra vel með svona mikla þyngd í botninum. Hann er eitthvað 1500 kíló þessi bíl sem verður nú að teljast bara þokkalegt fyrir bíla þessari stærð. Að það er 19 cm undir lægsta punkt á bílnum. Að geta dregið ykkur 300 kíló. Það er nú ekki allir bílar sem að gefa upp hvað hann getur dregið. Þannig að ég myndi segja að 300 kíló séu nú bara nokkuð gott. Ef við kíkjum aðeins í farangursrýmið á þessum bíl þá er það ekkert sérlega stórt. Við erum að tala 332 lítra. En það er hægt að fella niður sætin 60-40 og þá er plássið í þessum bíl komið upp í kringum einhverja 11-1200 lítra. En hér er mjög vel frá öllu gengi hérna eins og hér eru farmfestingar og hérna undir er mjög vel frá öllu gengið sem sagt viðgerðarsettinu hérna fyrir hjólbarðana. Það er ekki varadekki í þessum bíl en það er það orðið bara gamaldags fyrir svona venjulegan akstur. 332 lítrar, ekkert svakalegt farangursrými en bara kemur vel út. Flestu leyti er þessi bíl mjög skemmtilegur. Hann myndi henta í rauninni bara mjög breiðum hópi viðskiptavina. Við erum að tala fjölskyldufólk með börn í skrepp og skutli í íþróttum. Við erum að tala fólk sem er kannski komið á efri ár og vill eiga rafmagnsbíl og ferðast eitthvað pínulítið. Kannski fer í sumarbústaðinn í nágrenni Reykjavíkur eða eitthvað slíkt. Þetta er bara alveg frábær kostur, Hyundai Kona. Við mælum með honum.